mér langar bara að byrja því að óska ykkur hjartalega til hamingju með titilinn íþróttakona og íþróttamaður sonurinn Jón Axel sem ekki hérna á landinu. Kannski bara klassísk spurning, Hrund, kom þetta þér á óvart? Sko, ég bjóst alveg smá við þessu samt ekki. Þetta er náttúrulega frábærar stelpur sem voru með mér í kjörinu og allar búin að ná bara þvílíkum árangri í sinni íþrótt. Þannig að, já og nei bara. En ef maður hugsa svona, hverju þakkar svona árangur, hverju þakkar hann? Bara þjálfurunum mínum, 100%. Og kannski bara sjálfur mér fyrir að hafa metnað og vilja í að ná árangrinum sem ég að ná. Það er bara svolítið þannig. Gummi, til hamingju með Jón Axel. Kom þetta þér á óvart með hann? Já, þetta er náttúrulega kannski örugglega, hann er búinn að standa sig frábærlega á árinu en þetta kannski veikur eftirtekt að hann sé valinn í þurfum að Grindavíkur en ekki vera hérna, ekki spila með Grindavík á árinu en spila náttúrulega með landsliðinu. Þannig að já, því hlutum kom á óvart en hann er náttúrulega gjaldgengur að henni í Grindavík og gæti þess að koma og spila með þeim í þetta. Algjörlega. Kannski svona aðeins að þessari nafnbót. Hvað hérna, nú hefur þú verið íþróttamaður Grindavíkur. Það var hvenær? Ég bara man það ekki. Hvað ára? Of langt síðan. Já. En það var oftar en einu sinni? Mér minnir að vera 2 ára, en það var oft hörðkeppni á milli mín og Sigga Bergmanns og fleiri, þannig að það var og knattspyrnudeildin alltaf, en þetta er alltaf mikil heiður fyrir alla sem hafa fengið þetta og hérna. Þetta er svolítið í fjölskyldun ykkar, því að systir þín hefur nú verið hérna íþróttakona Grindavíkur líka. Já, heldur fyrir. Þannig að það er svona körfuboltablóð í ykkur. Nei, þetta er bara frábært og bara auðvitað allir sem að þetta er sem allir stefna á er að ná eins langt að þau geta og þetta er svona sem að með hærra sem nærði Grindavík allavega. Bara enn og aftur hjartalega til hamingju. Takk fyrir. Takk.